Komið þið sæl og velkomin í Landsbyggðir. Gestur þáttarins að þessu sinni Valgeir Bergmann sem er framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga. Vertu velkomin. Takk. Valgeir, að grafa göng, framkvæmdin, hvernig hún? Það sem sagt, ég byrjar þá væntanlega fyrst á einhverjum rannsóknum eða hvað? Jú, að búa til göng er ekki tekið bara og gert 1, 2 og 3. Það er lengsti tímilega vantalega undirbúningurinn og það handtekið alltaf 10-15 ár. Það sem gera ýmsar jarðfræðirannsóknir og árleika kannanir á jarðfræði og slíku. Þannig að það er mikill undirbúningur og svo hönnun og útboð og vantalega þarf einhvern veginn að fjármagna og allt. Þannig að það er mikill undirbúningur. Ég ert nú búinn að starfa við nokkur jarðgöngin, bæði hérlendis og erlendis. Já, ég nokkur. Mér finnst ég hafi unnið í fullt á göngum, en ég hef unnið í núna í cirka 3 göngum. Og ég byrjaði í Héðinsfjarðargöngum og þá var ég að vinna sem verkefnisstjóri fyrir Háfell og Metárstaf. Og þegar þau göng voru búin þá fór ég til Noregs og kynntist þar alveg hvernig Norðmenn gera göng, en ég var þar að vinna hjá Ístak, þannig að við vorum í rauninni íslenskur vinnuhópur að vinna bara í öðru landi og með aðrar kröfur og staðla. Og eftir það verk var lokið þá kom ég heim og rauninni svona breytti til, þannig að ég var fulltrúi verkkaupa, þannig að ég var ekki lengur að vinna beint þátttakandi í gamla gerðinni, heldur ég svona fylgist með henni eiginlega svona aðeins lengar frá, sem líka gaman. Þannig að þú ert svona meira á skrifstofunni? Já, aðalega skrifstofunni núna og fylgjast með, þannig að þetta er fínn skóli, þannig að núna er maður búinn að sjá svona alveg nokkurn veginn hringinn, þannig að var svona hálfgett rífast að sjálfa mig þegar ég var ég byrjaði í þessu, þegar ég var sem verktaki. En að ég grafa göng svona, verkfræðilega séð, er þetta flókið verk? Nei, sjálfur sér ekki. Við köllum þetta að grafa göng, en almennt á Íslandi eru þau öll boruð og sprengt og þau eru ekki. Sú framkvæmd svo sem ekki flókin, það er ýmsi áhættufaktorar sem þarf að fara varlega með og það er náttúrulega þegar við vinnum með sprengiefni og ert að vinna við jarðfræði sem þú þekkir ekki alveg framöndan og svoleiðis og síðan er þetta bara endurtekningar og endurtekningar, þannig að það eru hver salvi eða hver bormeter hver færsla, hún er cirka 5 metra þegar allt í eðlilegu bergi og þú nærið svona 2 fæslum á sólarhring og þetta er alltaf sama rútínu vinnan og rauninni er þetta 5 metrar í einu og ert að bora 7 kilometra, marga kilometra, þá er þetta að reikna sér út bara hvað er lengi að þessu, og þetta er alltaf endtekningar, þannig að það er bora og sprengja og keyra út og styrkja, bora og keyra, sprengja út og styrkja, þannig að þetta er rútínu vinna, en svo kemur alltaf eitthvað upp á sem að Þetta óvænta er lengur óvænta þegar það er alltaf eitthvað sem kemur upp í öllum göngum. En jarðgöng á Íslandi, þau svo sem ekki þetta voðalega mörg, en þó nokkur. Jarðgöng þetta mikið samgöngubót, getum við sagt. Já, rosaleg. Ég þekki það nú bara af því að til dæmis að búa á Siglufirði meðan vorum að gera göngið þar. Og að sjá núna hvernig staðan er á Siglufirði meðan þegar við byrjuðum. Þetta er alveg þetta er svakalegur munur og það er virkilega svona ánægjulegt að hafa tekið þátt í þessu verkefni af því að það voru það voru svipaðar neikvæðar raddir við gerð Héðinsfjarðarganga og eins og ég er að heyra núna í Vaðlaheiðargöngum. En eftir á þegar maður sér svona bæjarfélag eins og Siglufjörð blómstra, maður verður alveg stoltur að hafa tekið þátt í að geta framkvæmt það að Siglufjörður sé núna eins og fallegur og blómstrar eins og hann er að gera núna. En þegar þau göng eru gerð, er þá hægt að skipta þessu svona verkinu, svona, ef maður setur þetta tímalínu nokkurn veginn upp í þrennt, það er undirbúningur, svo er að ganga gröfturinn og svo framgangurinn? Já, það má segja það. Undirbúningur tekur vantarlega lengsta tíma, því að það er þá hvort það á að fara í framkvæmdina eða ekki, og hún getur tekið lengsta tíma og síðan er bora og sprengja og það tekur líka langa tíma og það er eins og sagði án að það fyrir eftir hversu fjallið gefur möguleika að fara langt og þegar komið gegnum slæðið þá er þetta, að maður segja þessi hefðbundinn loka frágangur sem er lagnavinna og fylla aftur í vegina og malbika og sprauta alla veggi og vassklæða og raflagnir og allt þetta. Þetta eru svona þekktir verkþættir og nokkuð þekkt frammynda sem er í henni, þannig að
Jú, hann má skipta svona í þessa 3 fasa. Svo kannski 4. fasin kannski svo reksturinn og reksturinn og sjá svo hvernig allar undirbúningsrannsóknir og allt það, hvernig þær stóðust og hvernig þær gengu eftir. En göng þau hafa tekið miklum breytingum á undanförnum áratugum, á Tröllaskaganum, þar kannski hægt að sjá svona glöggt dæmi það. Það Strákagöngin við Siglufjörð og síðan Ólafsfjarðargöngin og svo Héðinsfjarðargöngin. Þetta eru bara 3 kynslóðir. Já, verkfræðilega séð þá er göng alltaf vera betri og betri útferð og tæknilegri og allt slíkt. Og það er aldrei gaman að sjá þetta því að núna telja menn strax að þegar nýju betri göng koma að önnur göng hafi verið sé bara ómöguleg og bara síns tíma og allt það. En það má menn ekki gleyma sögunni og fara aðeins aftur í tímann að þegar Strákagöng voru gerð þá voru þetta svakaleg samgöngubót bara að geta komist bara á bíl til Siglufjarðar allan ársins hring. Þannig að þetta var væntanlega miklu stærra og meiri bylting heldur en við gerum okkur grein fyrir Þó að göngin séu einbreið og dimm og leka og slíkt þá notagildi alveg mjög gott og fínt Tölum aðeins hvernig sprengt. Þú sagðir áðan að hver sprengja, að þið sprengið þá 5 metra inn. Hvernig þetta gert? Já, ef allt gengur vel og segjum það bara sé gott berg og þá er þetta cirka 130 til 150 hólur sem eru boraðar í stafnum og það er boraðar 5 metra djúpar og síðan er byrjað að þegar það eru hlaðnar allar og það eru hlaðnar með svona mismunandi tímaröðum þannig að það eru fylltar allar hólunar nema þó kannski þessi kjarnir sem er í miðjunni og þegar sprengt þá sprengt miðjan fyrst og svo sprengt svona út frá miðjunni og endað á ystu lögum til þess að skemmi ekki bergið eða bergveggina og þetta sprengt og þá kastast efnið fram og það er svo bara grafið út og ef að bergið sé ekki gott eða ekki hægt að grafa eða bora djúpt inn þá bara að fara styttra í einu og þetta er bara þolinmæðisvinna og þá farin bara heilmikið eða 1 metri þess vegna og allt niður í það að bergið sé það laust í sig setið eitthvað slíkt og þá er þetta bara kroppa niður og styrt jafnóðum. Er þetta þá bara sértækir borkranar sem að bora inn sprengiefnið? Já, við köllum þetta borvagna en sjálfur sér eru borvagnarnir bara, þetta eru stór tæki með 3 bora og borarma og þeir bora bara, þetta eru 5 cm hólur þannig að þetta er ekki stórar hólur sem er borað en þeir bora með langa stál sem er borað inn og borvagnar þessi eru rafmagnsdrifnir þannig að þeir keyra inn en eru svo virka bara með rafmagni þannig að þetta eru bara sér borvagnar sem að bora fullt af litlum hólum sem eru fylltar og sprengtar. Þetta er ekki þessi sem að fólk sér í bíómyndum og telur að það sé svona heilborun sem að stór borvagn sem að keyri stöðugt áfram. Þetta er ekki slíkt í svona hefðbundinni jarðgangagerð á Íslandi. Það hafa þó verið prófaðar þessi heilboranir, þeir hafa verið notaðir í Kárahnjúkum og einhverjir vita væntanlega það það er mjög dýr tæki og þau henta ekki beint ég myndi segja það allan, en það henta ekki á Íslandi í ekki veggöng. En sprengiefni, það fer mikið dínamít í þetta. Hvernig er þetta dínamít? Er það þá fljótandi eða? Já, það eru til nokkra tegundir af sprengiefnum og það er ekki beint dínamittúpur eða stórar sem eru notaðar almennt. Það eru notaðar sem að við sérstakar aðstæður þar sem það er hvað sem er mikið vatn eða eitthvað slíkt eða mikið útskurðun á hólunum. Þannig að þetta er líka valið af sérfræðingum. En annars er þetta á dínamiti sem er notað til að starta sprengingunum. Það er frekar í litlu magni. En svo er það fyllt með anfó eða með öðru sprengiefni sem er ekki eins mengandi og bara meðferðilega til að fylla holunar. Þannig að það er til alls konar gerðir af sprengiefni og hleðslunar og kvellitur og allt þetta. Þannig að það eru sérfræðingar sprengimenn hjá verktakunum sem stýra hverju sprengi fyrir sig. Og það þarf ennþá að halda fyrir eyrun eða ekki þegar það er sprengt? Jú, það er En við höfum ekki heyrt sprengingu lengi að langt síðan. Við vorum kláruð það í þessu verkefni. En landinn, hann virðist vera svona ótrúlega áhugasamur jarðgöng, hvar á að gera næstu jarðgöng og svo líka á meðan verktímanum stendur, hvernig gengur? Þetta er í fréttum það hafi verið grafnir 50 metrar á síðustu dögum og svo framvegis.
Já, þetta sko samgöngubætur náttúrulega tilfinningamál og það er meira heldur en bara stytta leiðina milli A og B. Þetta hefur ýmis samfélagsáhrif og þannig að þetta snerti fólk og það er svo margt sem að þarf með samgöngum, sko, það er margt sem kemur, þannig að fólk hefur skoðanir og Vaðlaheiðargöng hafi fengið mikið af fréttum og mjög fjölmiðla vænt kannski, þetta er stutt frá Akureyri og umdeilt og mikið gengið á. En síðan eru náttúrulega jarðgöng sem eru að gera og menn eru spenntir og menn vita hvernig gengur og slíkt. Þannig að Dýrafjarðargöng til dæmis eru í greftri núna og ég ætla að fylgja spenntur með á Facebook síðunni hjá þeim til þess að sjá hversu vel gengur og þetta er alltaf mjög ánægjulegt að sjá þegar vel gengur í jarðgöngugerð. Er það þannig hjá þér sem framkvæmdastjóri, ertu alveg reglulega að fara með hópa í gegnum göngin og svo taka samtalið? Já, og það hlutir inni bara því sem að Vaðlaheiðargöng ætluðu að gera strax. Það er verið að gera þetta bara fyrir opnum tjöldum og viljum náttúrulega hafa sem jákvæðasta umfjöllina og stundum þegar það ekki gengur vel þá þarf kannski að útskýra hvað er sem er að tefja verkið og hver ástæðan fyrir töfunum í verkinu, því að fólk er óþolinmótt og það vil fá sín göng, það vil fá að nota samgöngumannvirkið, þannig að það kemur fyrir að við reynum að upplýsa allan að hvernig staðan er í verkinu og taka hópa ef það truflar ekki vinnu verktakans við göngin. Og það nú margur sérfræðingurinn til, væntanlega. Jú, það er bara flest allir, held ég. Ég hef nú átt kost á því að fylgjast með gerð nokkurra ganga. Maður tekur eftir því svolítið, Valgeir, að það er svolítið þjösnast á tækjunum, virðist fara illa. Er þetta eitthvað svona, til dæmis gólfið, akkur er það ekki sléttað strax þannig að það sé ekki verið að keyra eftir gólfinu svona illa, þetta bara fer illa með tækin? Illa með menn og tæki? Já, menn líka. Þetta er dálítið bara bundið við verkstjórum og verktökum. Það er allur gangur þessu og hvernig menn hafa sína vinnu. Það er sumir búin að ákveða það bara að þeir kaupa bara þetta tæki og það lifir bara út hennar verktíma og þá er bara að eyða menn í tækið en ekki það ætla að spá lítið í endursöluna eða eitthvað slíkt. Ég var til dæmis að vinna hjá, þegar voru að vinna í Noregi, þá var verkstjórinn sem það var, hann var bara mjög fastur á því að vegirnir ættu að vera beinir og sléttir og það var bara eftir hverja sprengingu þá var það sléttað og gert klárt og ef menn voru ekki að vinna þá áttu menn bara líka við að vera búin á búkollur. Þannig að þetta er bara mismunandi eftir verkstjórum en það klárlega fer betur með tækin, hafa vegina slétta og slétta og fína og meðal annars satt svona í útúrdúr, þá var ég í Færeyjum í heimsókn, fór að skoða að það er göng sem er í byggingu þar núna. Þeir eru enda með 2 göng þar í byggingu svona undir sjó og þar eru þeir malbeka bara jafnóðum. Það malbeka bara veginn jafnóðum inn í göngin og þetta var sem er mjög flott og snirtilegt og ég spurði hvort það væri, af hverju var að gera þetta, hvort það væri ekki bara vitleysa, þurfti að malbeka þetta allt upp á nýtt. Og þá taldi hann það ekki að þetta var flýta það mikið fyrir útmásturunum og malbekið var unni þannig að all lagnavinna var unnin fyrir utan malbeki kontónum. Þannig að þeir drifu bara af, leiður búin með kílómetri, þá malbeka bara kílómetri í einu. Og svo þegar maður komur út úr göngunum þá var þar sprinklerkerfi sem úðaði vatni á malbeki sem þvoði þá eiginlega dekkin á bílunum, þannig að þeir gátu keyrt með efnið beint út á þjóðveg. Við sjáum einmitt undir viðtalinu myndir sem að þú tókst. Vatnið líka sem að kemur í göngunum bæði heitt og kalt. Þetta er eitt vandamálið. Já, og það má segja að það er vatn í öllum göngum. Það er bara mismikið. Og þetta er kannski sem erfiðast að meta í jarðgangagerð, það hvað verður mikið af vatni endanlega. Því að sprungur eru mjög stórar og allt í einu, það er ekki mjög auðvelt að greina alla sprungur í undirbúningi. Í sjógöngum þá er oft búið bara að setja ákveðin skilyrði þar sem menn vilja ekki fá meiri lekt inn í göngin heldur en ákveð og þá er mjög vel fylgst með öllu vatni sem kemur og það er þá bara grautað og lokað fyrir það. Þannig að þá er hægt að stýra því hversu mikið vatn kemur inn í göngina því að menn þá bara eyða meiri tími í að grauta og loka fyrir vatnið.
og sjógöngur aðeins öðru sér því það þarf að dæla alltaf öllu vatninu upp, þannig að þá verður að spara sér dælikostnað til framtíðar. Í svona hefðbundnum göngum eins og veggöngum eins og við erum að gera hérna á Íslandi og sem að hafa þá, með halla út, að þá hérna oftast næri tilhneigingi svo að vera að grauta sem minnst. Þegar grauta kostar og við nóg af vatni, þá vatnið bara tekið út og það bara látið renna sjálfkrafa út úr göngunum og þá bara lagnirnar stækkar ef að þessi þörf. Þegar þú talar að grauta, það sem sagt þá efnið sem að eru sett upp í hólurnar til þess að koma í veg fyrir vatnsleka? Já, grauta kannski aðeins sérfræðiorð, ég hef betur átt að segja bergþétta, þá raunin verið að bergþétta og það alltaf undan áður en að það borað og sprengt, þá grafnar svona könnuhólur og ef það kemur vatn út úr könnunum og jafnvel mikið vatn, þá þarf að meta það hvort að menn vilji þá reyna að loka fyrir vatnið áður en menn halda áfram. Og þá það oft gert með því að setja bara pakkara inn eða menn setja þá bergþéttingarstafi inn og dæla sementi til þess að loka fyrir vatnið. Þá fylla þá allar sprungurnar á sementi. En þetta hlýtur að vera mjög sérstakt efni, þessi steypa, hún þarf að harðna þessu skot. Já, þetta ekki sérstakt efni, þetta bara steypa, sement, en í flestu tilfellum þá harðnar það, nema aðstæður séu ekki til staðar eins og í vaðlagagöngu, þá var rauninni þá má segja það að vann með okkur að það var heitt í göngunum af því að þá harðnaði það fyrr og var ekki mikið þrýstingur þannig sé á vatninu þannig að það gekk vel að loka með sementi en það fór alveg óheyrilega mikið magn á sementi. Í Héðsvaðgöngunum var aftur á móti meiri vatnsþrýstingur og mjög kalt vatn og það gekk illa að nota semiskraut þannig að það var notað efnagraut þar og hann í rauninni þá óháður vass hitanum, þannig að hann bara hefur ákveðinn tíma og þá þenst hann út og harðnar, þannig að það var efnagrautur að nota mikið og við notum reyndar efnagraut líka í vaðlagagöngum út af það var út af vassmagni og til þess að reyna að loka sprungum fyrr. Þegar maður keyrir eftir jarðgöngum þá það alltaf halli í þeim nema að vísu í sjógöngum þá var það niður. Akkur þarf að hafa halla? Er það út af lögnum og öðru því líka? Já, þetta rauninni út af frárennslinu. Menn vilja bara vatni leki sjálfkrafa út úr göngunum. Nota alltaf vatn með þú ert að vinna inn göngin, þá notar það vatn til þess að halda rykinu niðri, þannig að allur og borkrónunar eru kelda með vatni og þá allt vatn látið bara leka út og eða koma smá gusur og smá vatn úr sprungum, þá það bara látið leka út og rauninni er aldrei vandamál þannig sé nema þetta kemur í miklu magni og það alveg þekkt á Íslandi að vatn hefur komið miklu magni, miklu meiri heldur menn ætluðu sér og það kannski Vestfjarðagöngin þar svona hvað sem með mesta vatninu, það var held ég 3000 lítrar á sekundu þar til það mest var og í dag það cirka 500 lítrar á sekundu, þannig að Héðsvaðgöngin það var 1000 lítrar þegar stór sprunga opnaðist inn í göngin eða stafnin gaf sig og göngin það hrundi inn í göngin. Það var 1000 lítrar það til að byrja með og fyllti allt vassborðið eða allt götuborðið af vatni en ég held að sé í dag þar 300 lítrar og það svona tilnefningin líka kalda vatninu og það minnki hans með tímanum þegar búið að tæmast úr öllum hellum. En lagnakerfi í göngum, þetta ansi umfangsmikið? Já, það fullt af og það verður alltaf meira og meira. Áður fyrir var þetta rauninni bara ein lögn sem að tók öllu vatninu og bæði úr niðurföllunum og öllu. En til dæmis eins og í vaðlagagöngum þá gert krafa það að taka vegvatnið sér út fyrir, þannig að það sér niðurfallalagnir. Þannig að ef að kemur mengun af bílum eitthvað slíkt, þá fer það í sérlögn og út og í olíuskilju þar og allt regnvatnið fer í sérlögn stóra, þar blandast bara bæði heitt og kalt vatn í sömu lögnina, allt sem kemur bara af göngunum. Og svo bættum við og settum eða Norðurorka og ákvaða það að nýta kalda vatnið úr þessu hraunsvæði sem stóra kaldavatnssprungan opnaðist. Þannig að við erum með bæði heitt og kalt vatn og götuvatn, við erum með 3 tegundir af lögnum. En þetta gerir það að verkum að við getum nýtt kalda vatni til dæmis sem leitt í sérlögn og þessi göng þau eru fyrstu sinni á Íslandi sem við erum með brunahana inn í göngunum. Við erum með brunahana, þannig að ef það kemur eldur þá getum við tekið vatn bara strax inn í göngum, þurfum ekki að keyra með vassbíla, slökkvilið þarf ekki að keyra með tankbíla inn.
og notum svo kalda vatni sem kælingu í tæknirýmunum á heitusvæðunum. Þannig að það verður tengt við bara kælikerfi sem að getur þá blásið köldu lofti. Það hafa, væntanlega orðið svona, það eru gerðar miklar öryggiskröfur, öryggisrými, þau eru orðin sér þarna inn í þessum göngum eða hvað? Já, það er svo kallar neyðarrými. Þetta er ekki beint komið ennþá inn í staðla, en það var ákveðið að gera þetta bæði í Norðfjarðargöngum og Vaðlaheiðargöngum, að sprengja stærra rými fyrir aftan tæknirýmin, sem er svona flótta rými. Og þetta er kannski, þetta er svar kannski, svar við því að í Evrópu þá er alltaf gerð krafa flótta leiðir út á göngum. Og það er eiginlega, þegar þú gerir göng, þá þarf til að gera önnur hliðina til þess að hafa flótta leið út. Og í svona minni umferð eins og hérna á Íslandi, þá er bara ekkert hægt að gera 2 göng bara til þess að flýja önnur þeirra. Þannig að þá er þetta eiginlega svona svar við því. Það er þetta að flýja þá inn í neyðarrýmin og bíða þar af sér aðalega þá reyk, sko. Þannig að ef það er þá hættulegasta sem getur gerst í göngu, það kveiknar í bíl og reykurinn og göngin fyllast af reyk og það verður vont fyrir þá sem eru þá reykmegin, sko. Þannig að þetta eru þá sem sagt rými sem er með sér loftræstingu alveg og svo framvegis. Já, sér loftræstingu, þetta er þá bara loka loftræstingukerfi, sko. Og en þetta er stórt rými, þetta eru 150 fermetrar og þá að vera, minni mig að þeir hafa sagt að það hefur 50 mannar úti, 150 manns, eigi geta verið í 3 klukktíma án þess að sé súrefnisskortur. En síðan er einhver umræða líka það að hafa þá sér súrefniskúta inni í þessum rýmum sem þá hægt að opna. En svona rými er til dæmis komið sér vel fyrir því þegar maður komið með lengri göng heldur en þegar menn talaði eins og þegar verður að tala Fjarðarheiðargöng, þá sem bent á það að þau eru alltaf löng, það er ekki hægt að gera svona löng göng, en þá er þetta hluti af því sem myndi vera gert. Það er bara gert neyðarrými inn í útskotum, þannig að þá eru menn ekki að flýja út beint, þannig að það er hægt að flýja þá inn í þessi neyðarrými ef eitthvað kemur upp á. Við sjáum núna mynd sem sagt frá Færeyjum sem er svona nemi sem sagt gjaldskráin, hún verður rafræn eða ekki í Vaðlaheiðargöngum? Jú, þessi færeysku göng sem við skoðum, þau eru með, það er svona okkar helsta fyrirmynd sem við horfum á í sambandi við gjaldtökuna og gjaldtökubúnaðinn, af því að við ætlum að hafa þetta rauninni bara free flow, þannig að það er hvergi stoppað og hvergi hægt á sér, það verður bara keyrt áfram á sama hraða inn í göngunum og komst að þeim, ekki alveg kannski sama hraða, en þú bara keyrir í gegn og það er myndavél sem er uppi í lofti og hún tekur mynd af númerplötunni og raukar þá þann sem á þá númerplötu. Sem er skráður fyrir bílnum? Já, sem er skráður fyrir bílnum. En þú ert að tala hraða, sem sagt hámarkshraði svona víðast hvar á þjóðvegi 1, hann er 90 en 70 inni í göngum sem það er að færa rök fyrir því að það séu miklu betri vegir. Já, það er aðstæður allan betri. Það má segja það að aðstæður inn í göngum er alltaf eins, meðan þú getur fengið vegi út í náttúrunni sem getur verið alls konar og það breytilegum veðuraðstæðum. Þetta er svona, þetta veikur þetta athygli og mér ég held að það sé eitthvað sem menn þurfa að fara að endurskoða. Þegar þú ert komið með göng sem eru með betri aðstæður inni heldur en úti, þá er engin ástæða til þess að lækka hraðann. Og úti, ef við tökum bara dæmi hjá Norðurlöndunum, þá er sami hraðinn oftast nær inn í göngum og úti. Þannig að þá menn vil ekki fá neitt breyti effekt að hækka, hvorki hraða umferðina né hægjana, þannig að menn vil helst halda bara meðal hraðanum og það oftast er best. Í göngum eins og Vaðlaheiðargöngum þá er að mínum mati engin ástæða til að lækka niður í 70. En og til aðstæður þar eru bara fínar, og mun meira betri aðstæður heldur en að keyra Víkurskarðið, þannig að þetta verður kannski skoðað einhvern tímann síðar. En hvernig verður eftirlitið með hraðarum háttað inn í göngunum? Það er gert ráð fyrir, nýjustu tækni í hraðamyndavélum sem er þá meðalhraðamyndavélar. Þannig að þá er ekki gefið kostur á því að keyra hratt og bremsa sig svo niður eins og með þekkja þá kannski úr Hvalfjarðargöngum og jafnvel Héðinsfjarðargöngum þar sem langir beinir kaflar og menn vilja kýtla pinnan og negla svo niður alltaf á réttu stöðunum. Heldur það verður þá meðalhraðamyndavél sem verður þá 2 myndavélar sem ykkur á endanum og taka svo bara meðalhraði og þá verður væntanlega alveg
jafn brotlegt að keyra of hægt eins og keyra of hratt. Annað með rekstur ganga, lýsingin, LED-lýsingin sem að er í mikilli þróun, LED-tæknin, hún breytir væntanlega töluverðu fyrir jarðgöng. Já, ég á von á því, en LED ekki komið, það bara komið Norðfjarðargöngin og Bakkagöngin, þannig að þetta er eiginlega nýtt á Íslandi, þannig að það er ekki nein rosalega mikið reynsla af þessu. En þetta á að vera það, þetta á að nota orkuna miklu betur, þannig að það verður mun hagkvæmara að reka göngin og síðan auk þess þá mun meiri lýsing heldur en áður, þannig að það verður aðeins bjartara og það verður líka sett ljós í kantstena, þannig að þetta verður þetta upp á öryggismálun að gera og það verður meiri lýsing og það verður lýsingar í kringum neyðarrýmin sem að verður svona græn LED-lýsing í kringum neyðarhurðir. Þannig að þetta verður aðeins meira lýst og vonandi betra og öruggara heldur en það sem menn þekkja hingað til. Annað sem að maður svolítið spyr sjálfan sig, göngin sem að eru steypt, forgöngin, af hverju eru þau svona löng á Íslandi, 200 metrar? Vegskálarnir. Já. Vegskálarnir almennt á Íslandi eru lengri heldur en í öðrum löndum, allan á Noregi og Færeyjum, svo ég þekki það. En skýringan hafi oftast verið það menn eru að fara í gegnum einhverjar snjóhættusvæði eða eitthvað slíkt. Það flest allt skýringar, en við erum samt sem áður líka með langa vegskála í Vaðlaheiðargöngum og það ekki á snjóflóðahættusvæði, en þetta svona kannski bara að því bara. En þetta sannarlega væri hægt að stytta þessa vegskála, myndi ég halda, allan í Vaðlaheiðargöngum, en það eru rök fyrir þessu í öðrum verkum þar sem snjóflóðahætta þannig að þetta hefur sína skýringar. En það yfirleitt beygja af, það sem sagt bara eins og var í gamla daga með brýrnar, það bara til þess að hægja á umferðinni eða? Nei, ég held að sé nú ekki kannski beinlínis hugsa til þess, en oftast náttúrulega veginir samhlýða veghlíðum þegar þá þarf loksins að fara inn í fjallið og þá þarf náttúrulega að taka einhverja beygju og svo stundum beygjurnar hugsaðar til þess að vera ekki með sólina beint inn í göngin og svo einhvers staðar þetta pólitískt, til dæmis og í Hvalfjarðargöngunum þá hlýtur það að vera pólitískt að þar opnast göngin upp í átt að Akranesi í staðinn fyrir að fara í hina áttina. Já. En við Íslendingar svona, eins og við sögðum í upphafi, við erum að auka það að gera göng. Þekkingin okkar Íslendinga, á hvaða stigi er hún í þessum efnum? Ég myndi telja það við vorum allan ekki komin lengra en Færeyingar. Færeyingar hafa gert fleiri göng, en við erum alltaf ég held að við séum alltaf að reyna að gera göng, en við eiginlega verum duglegir að rífast það heldur en að bora og sprengja. Mínum ætti alltaf að vera 2-3 göng í gangi einu og það er alltaf næg verkefni fyrir jarðgangagerð og þetta mun alltaf nýtast. Þannig að en við erum með, ég myndi segja það væri kannski, mér finnst að vera miður að við erum eiginlega bara með útlendinga í að sprengja göng á Íslandi, meðan það er fullt af hæfu starfsmönnum, íslenskum starfsmönnum sem eru að vinna í gangagerð, en flestir eru að vinna bara í Noregi. Þannig að það væri alveg, ég myndi segja það væri alveg atvinna fyrir íslenska menn að vinna, jarðgangamenn að spora og sprengja stöðugt göng á Íslandi, en við náttúrulega fylgjum Norðmönnum og Færeyingar fylgja Norðmönnum líka, þannig að við erum að reyna að teika okkar frændur í þessu. Sjáum til hvað setur. Valgeir Bergmann, framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga, þakka þér fyrir spjallið. Takk.